Afsökunar að ég hafi gripið fram í fyrir Shakir og í hönnu, en það bara svoleiðis þegar maður að flýta sér og menn, önnum kallni fjölskyldumenn yfir ykkur sjónvarsetni. Það Ragnar Vignir, Manchester United aðdáandi komin á línu. Komdu blessa og sæll eða ekki? Sæll vinnur. Hvað segirðu? Þokkalegur en þú? Já, bara nokkuð brattur, nema maður þarf að lækki Shakir og í hönnu fyrir þig. Já, þú tekur mig fram yfir Shakir allan daginn. Nú? Ja, það bara skildaðinn, það bara þannig. Á svona merki stegi. Já, áttu afmæli í dag eða? Nei, ég á ekki afmæli í dag. Það ekki þannig, en það bara svo góðu dag til að vera, halda með Manchester United, segi ég bara. Já, þú ert sáttu með það þessu búið Reika Moyes? Það hefði verið fínt ef hann hefði bara ekki verið ráðan til að byrja með, en það hefði bara mín skoðun. En þetta kom engum á óvart. Nei. Nema kannski honum sjálfum. Því að hann talaði alltaf svo jákvætt og brenglaði hlutina, það gerði það hérna hingað til. En hvað varst ég sjálfur? Ég skil ekki, nú bara Moyes allt í einu að gera allt, komið með United á réttri leið og bara rekinn. Já, þá ætla ég að segja þér að hoppa eða býta í einhverja vonda staði og segja, ég get skellt á þig núna ef þú vilt það. Nei, ég bara segi svona, ég bara erfitt með mig þessa dagana þar sem að, Liverpool allt og nálægt í að fara að verða kannski Englandsmeistarar og ég komi svo fram úr mér en þeir verða það ekki. Þú ert alveg góð leið með það að fá mig til að skella á þig núna heldur áfram þessari braut, sko. Nei, ég að segja að þeir verða það sennilega ekki, því að... Þeir verða mig. Veistu það, Gestur, núna bara skal ég viðurkenna, ég æstur í United-maður og þeir sem tekja mig vita það vel og en hins vegar ég nú líka að reyna að vera svona þokkalega málefnilegur á köflum og það verður bara að segjast að þeir eru sennilega bara búin að spila besta boltan á heildina í vetur og vill maður ekki yfirleitt að liðið sem að spila best vinni á endanum. Það ekki svona bara hreint út sagt, þetta ekki sammála með það? Jú, en það nú bara því miður ekki alltaf þannig. Það bara ekki alltaf þannig. Ég held eins og það sem ég nú séð af Liverpool að bæði City og Chelsea eru búin að mistiga sig. Liverpool hefur bara ekkert verið að mistiga sig. Þeir gera eitthvað rétt og þeir bara virðast þeirra vel að þessu komnir og það, eins og sé, það nú vonandi allavega að þetta endi þokkalega hjá United og ef að Liverpool vil mista þá bara eiga þeir það skilið og þá verður maður bara að segja til hamingi með það, en hvað veit maður, þetta ekki búið, en næsta helgi gæti ráðið miklu með leikan. Ég sá nú meistaradeildinni í kvöld og þeir fengur nú heldur betur hjálp með það, John Terry og Peter Cech verða ekki með næstu helgi og það styrkir ekki til sér liðið, sko. Nei. En United, þeir eru nú í öðru sæti í stigatöflunum yfir útileikjum ef það tekið saman. Voru í fyrsta sæti í síðustu helgi, nú Liverpool konur frá það. Telur það ekki? Það alveg frábær stærð. Ég veit ekki þess að það með nokkuð tíma talið í janska boltanum því miður, en þeir hafa verið að spila ágætt útivöllum, en maður sá það var svolítið magna. Ég hugsaði það með þess að bara í fyrsta skipti því ég horfði hann Everton-leik á páskadag að þá virtist með áhugalegri hjá leikmanni United. Það var sýnt í sjónvarpsþáttum kvöldið að menn voru ekki að lega bara tilbaka, menn voru áhugalausir í tæklingum og ég minna þeir átti skot á marki fyrir áleik og svo framvegis. Maður svona hafði þetta tilfinningunni, því þetta var leikurinn þar sem David Moyes var að koma úr gamla heimavall. Og ef þú væri leikmaður í honum, myndir það ekki gefa 140% í þennan leik fyrir stjóraðinn, skilur það búin að eiga erfið dagur fyrir hann, myndir það ekki gefa allt í þetta fyrir hann, ef þú hefði trúið því sem hann var að gera. Það ekki svona, skilur hvert ég að fara? Jú, ég skilði. Og maður svona sá það svolítið á fasin af þeim og honum sjálfum hans með að hann væri búin að missa annarkvæmt tröstið eða klefa, þessi gamla klísja. Maður sá það var svona eitthvað true lazy. Það var bara ekki stemning í leinu, menn voru bara, það ekki áhuga, og bæði Ríó færði enda fyrir reynsluboltar, ekki inn í myndinni og svo framvegis. Þannig að það var bara eitthvað að. Þannig að þetta eftir sunnudagsleikin, það eitthvað að fara að gerast. Og þannig ég var ekki, ég var alveg mest hissað því þér að segja að United hefði actually
bara látið verða af því reglan. Ég held að þeir myndu reyna að þrjóskast við sko og stoltið og slíkt að rek ekki stjóran og svona bla 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 skilurðu. Þannig ég var pínu hissa að þeir skildu bara yfir að gera þetta. Já. En þetta kemur ekki til orðinu með það að Sky eftirhættastöðin búin að vera með þema Moise í kvöld og maður búin að sjá svona punktana tölfræði og annað slíkt og það er alltaf bara grín sko. Þeir eru 20 og eitthvað stigum verri árangur en á sama tími í fyrra og það er alltaf bara fárán þegar þú pælir í það er gjörsamlega út í hönd. En já, þetta var maðurinn sem að margir höfðu trú á að myndi svona ná allan að þeir byggust við erfiðu tímabilið það ekki fyrsta tímabilið þannig en ekki sko, svona það var alveg rétt sem að hvort það var Ray Wilkins og fleiri sem að sögðu sko að það er alltaf svakalega erfitt að koma alltaf beint eftir mann sem búin að vera 26 ár með 38 titla, það er alltaf ekkert grín að koma en það sem hann gerðist í sumar, ég man nú að ég var stættur erlendis þegar þetta tilkynnt að hann komið tilbaka miðan júlí þá man ég hugsaði sko ekki þeir eru að ráða seint 1. júlí og þá hætta bæði Alex Ferguson og David Gill þá hætta hann svona tveir mikilvægustu mennirnir sem svona sko utan vallar hjá United eða sérst annar utan vallar fyrir göðu og ekki var Ferguson að spila hann hefur verið báðir utan vallar skildu ég held að það að mistökin hafi verið þá að kaupa ekki einhverja 2-3 hágæða leikmenn að því að Moise nýkominn inn og hann vil skoða leikmenn og gefur séns ok, það er mjög fallið olimpísk hugsun en sorry, þú verður bara að ná árangri strax og þá þarftu svolítið sko að stimplina á því sem þú hefur og þá, mér fannst það að vera mikil mistökjum en þetta kaupa ekki neina stóra menn ef ég til ekki Marwan Fellaini sem var hvorki stór maður, nýja stór kaup, nýja bara hágæð, hann er ekki neitt, ljúft að segja það ég held að United hafi fallið svolítið á því ég er ekki einn sem deila fyrir skoðuna því að David Gill og svona fleiri, það var alltaf sumari var alltaf bara fastsinn með leikmannaköp. Þannig að það var ekkert heldur verið að hjálpa þeim með það að gera en ég verð alveg að segja það, ég hef fylgst mjög mikið með þessu og fylgist sennilega óþarlega mikið með ensku miðlum og annað slíkt og ég hef aldrei séð aðeins umfjöllun Liquid stórlið eins og sko bæði sko viðtöl eftir leiki og kildum við saman því það sem hann sagði eftir leiki var ofta tíum kjánalegt Newcastle útivelli þá fyrir leiki þá var talað að United er að Newcastle í skefjum Newcastle United manstu Alan Pardew var stjóri manstu eftir þeim aftur allt í náttúrulega United var að halda þeim í skefjum og ég minna en ég var alltaf ánægð með það David Moyes var ánægð með það hvað United gaf boltan vel á milli á móti Everton en flesta sendingarna voru bara til hliðar eða afturbak og hægur svona tiki-taka fótbolti og þetta var eiginlega bara kjánalegt að horfa á því ég sofnaði næstu yfir fyrirháleikur páskadag og þannig aðeins mikið til að ég sofni við Manchester United eins og þú veist kannski En hvernig, ef þeir komast ekki í Evrópudeild eða neitt Þeir fara ekki í Evrópudeild ég hugsa ekki og ég minna það er bara En er það ekki bara fínt fyrir þá, er þetta ekki þá mjög einfalt bara fyrir næsta stjóra það er bara einbeita sér að deildin og ekkert annað og deildin og FA Cup vonandi og þeim sem byggarna heima. Þeir, sko, ég hugsa kannski kosturinn við það að þessi maður sé farin með og hver sem tekur við. Ég var nú pínu spældur að sjá að Jürgen Klopp gaf þetta strax frá sér. Maður veit ekki með Louis van Gaal. Ég þekki Van Gaal lítið sjálfur, ég hef ekki hitt hann nýlega. En ég held að stærra nafn í stjórastöðinni eigi auðvitað með að fá þessa heimsklassa leikmenn til sín því að David Moyes að reyna að fá einhverja menn það er alltaf svo erfitt að fá menni þú ert ekki með neitt rekord, þú ert ekki með neitt á bakinn til að laða leikmenn á þess að framvegis það er svo erfitt en ég held að og eins og ég vitni mann ekki hvort einmitt í Ray Wilkins sem var einmitt í viðtalið og Sky á hann að þeir þurfa að fá einhvern reyndan stjóra sem hefur unnið til það nafn getur laðað leikmenn og það er bara held í staðar það verða keyptir sennilega 3 varnarmenn í sumar mögulega 1 eða 2 miðjumenn vonandi 1 sóknarmaður það verða mikla breytingar í sumar held ég og ég er mjög spenntur fyrir þessu sumri bæðan út á HM en eins út af fréttum af United ég trúi ekki að það verða þetta er tíma sem við hvorugur höfum sennilega upplifað áður að United sé að reka stjóra og svo framvegis að það sé mikil svona alda í kringu liði
Þetta ekki samanlega því? Jú. Ég tala sem þú hlusta bara. Ég hlusta á þig, af því að þú ert náttúrulega fullur speki. Þú segir þið. Ég held svona í alveg að, eins og því, það verður eitthvað, þetta verður öðruvísi sem heldur en áður hjá mér. Það verður ekki einn eða tveir sem það verður fleiri og það verður, ég er spenntur. Já. En hver er að fara að stýra United núna í síðustu leikjónum? Ég var rosalega ánægð með þeim, mér finnst þeim svo sniður leikur hjá United að spila þetta eins og mig grunnaði að þeim myndu setja Giggs sem stjóra eða svona bráðabirgðastjóra og hafa Nicky Butt með honum. Ég enda bjóst við að Paul Scholes er líka fengið inn af því að svona þessi ár 92 árgangur frægi er náttúrulega bara grunnstaðan í svo mörgum sigur áran hjá liðinu. Þannig ég hugsa að hans andi og svona liðið þeir verði hann í kringum liðið og nú er þetta gott að Phil Neville vera ekki reikinn. Það er eitthvað svo krúttur eftir Phil Neville, þetta er ekki sammála því? Jó, Phil Neville er náttúrulega... Ekki er það alveg dánum og ekki er það smá fasi, en það er eitthvað því að hann er með United eitthvað í sig, sko. Já. En ég verður mjög, ég ætla að horfa á leikinn á laugardaginn. Ég veit að þú trúir þig ekki, ég ætla að horfa á United-leik, veit að þú trúir þig ekki, en það verður svolítið skrítið að sjá hvern annan en þennan rauðilega skota lapp inn, það verður rosalega stemming. Já, en hvernig, svona, ef þú ferð aðeins bara rétt yfir þetta tímabil, nú er þetta alltaf bara 3 árum fyrir eftir, þetta er búið að vera virkilega skrautlegt tímabil. Það er búið að vera rosalega skrítið tímabil, það er búið að vera fælega skrítið og margt hefur svona komið á óvart eða svona mis og svona liðin hafi verið að mistiga það, en það sem eiginlega, kemur mér kannski mest á óvart, sko, ef við tökum frá þetta stjörnur sapjá á mínu liði sem önnum bara segja, þetta er bara búið að vera fasta tímabil, ljótt að segja það, en það er svolítið er það. Það er bæði hvað Everton-liðið er búið að vera sterkt og þeir líta, sko, með það þeir skiptum stjóra líka, er að spila gríðarlega vel, það hafa bara bætt ofana sem var gott liðið. Og svo eiginlega árangurinn hjá Liverpool eftir áramandi sérstaklega, ég menni hvað er búin að vinna, 9-10 leiki af síðustu 12 eða hvernig sem þetta er, þeir hafa ekki tapað, töpuður ekki síðast bara móti Húl á útivelli, jólin. Já, ég er nú ekki með það fyrir fram, en það getur vel verið. Mér minni það, sko, félagi mínu voru nú að tala um það að það var eitthvað álíka, þeir náttúrulega hafa bara verið á rosalegri siglingu og eins náttúrulega ég kom öllum óvart að maðurinn sem fékkst Ivanovic í kvöldmandinn og mista fyrstu 6 leikjunum, hann er búin að skora 30 mörg. Hvað hefði hann gert ef hann hefði fengið allavega 30 og hvað er það, 35 leikir? Já. Pældi því. Þetta er ótrúlegt. Já, ég minna það er svo eins og deildin líka svolítið búin að spilast með til HM að því leiti. Þannig að menn er að sína sig og sanna þessu umræða ég í hópinn einhver annar. Það er svona sérstaklega þessi ensku leikmenn. Þeir eru svolítið að stígu upp núna finnst manni út af Brasilíu. Það vilja allir komast í flugið og ekki sem farþegar, ekki sem flugfreyjur eða töskuberar. Þannig að þetta er búið að vera öðruvís árvissuleg. Það er líka það verður bara spennandi núna, náttúrulega rosalega spennandi titlabaráttan, ekki síður fallbaráttan. Þannig að hann er ekki öll liðin fallið og öll 4 liðin hann eitthvað sem þau eru 5. Þetta var, Sunderland, þetta var svolítið fallega gert hjá þeim helgina. Herri, ég skal segja þér það, ungi maður, að ég horfði á þann leik með Chelsea-munni, hann var ekkert sérstaklega sáttur. Nei. Ég er svona, það þurfti svolítið að ferra á tárin og allt það, en að þetta var tengdabótið, það var ekki sérstaklega svona, ég brosti nú aðeins í gegnum þetta, það reyndi bara svona klart að starta í það stálinu, en ég hugsaði með mér svo þegar Liverpool kom í 10 mínútur páskadagsmorgun, þá bara, og sérstaklega núna í kvöld þegar við mistu 2 bestu mennin í banna, þá hugsaði maður að þetta er nú svolítið skrifað í skín held ég, að það er Liverpool sé að fara það. En það er nú bara eftir púlurum að klúra ykkur og svona? Nei, ég held að ég gera ekki að því að ég af því að viðbörning eftir City-leikinn þegar unna hann maður svona skynjaði á hann að svona þú veist þeir svona, ég held að fókus og lið er líka bara þú sér að miðjumennir eru samstiltur að vinna fyrir hvern annan, vörnin virkar mjög öflug, sóknarmennir virka þú veist eins og þeir séu að tala saman og allt þetta, en ég held að og þó ég vilji Liverpool endilega ekkert sko gott eða þannig hugsa ekkert fallega til það, þá verður líka að segja þú horfir á fótbolta og þykist hafa eitthvað vita á boltanum, vill svolítið að taka því eitthvað alvarlega, þá þýðir ekki alltaf bara púa á liði sem þú þolir ekki. Þó ef þeim gengur vel, ef þeir eru að spila besta boltan og
og eru bara að ná árangar fyrir að spila góðan bolta og eru bara betri en hinn toppliðin, þá hlýtur það að vera þá hljóta menn að eiga smá respekt út á það. Já, nákvæmlega. En þetta ekki svolítið erfitt á kaffistofunni í dag að vera, já, þú ert íþróttakennari eða ekki og já, aðrir kennarar hljóta að vera svolítið upp á þreikjandi núna þessa leiktíðina? Þetta hefur verið mjög erfiður veður í vinnuna þessu leikin, eins og í morgun þá var mér klappað á bakið og bara startaði mér stálinu og bara hrósaði til hamingju eins og ég hefði unnið háum í fótboltanum. Þannig að þeir sem þekkja mig vel orðaði þannig. Og það var eins og það er bara gaman að þessi lífi í svo allt þetta. Það er bara upp og niður eins og við þekkjum, en það finnst mér persónulega vera aðalatriði í þessu eins og sé, að hafa svolítið bara geta verið máðanlega líka því það er gaman að skjóta á félagann þegar vel gengur illa og geta tekið þau á móti, en maður verður líka bara að horfa á því hverjir eru aðstanda sig, hverjir ekki, og þess vegna kom þetta mér ekki dórt með David Moyes því árangurinn hefur verið lélegur, sérstaklega á móti stóru liðum, og það svíður öllum stuðningsmönnum að tapa fyrir þessum stóru liðum og þessum lokal leikjum og spilamennskan hefur bara verið léleg, það er bara þannig. Hvort sem hann náði ekki að kaupa menn eða hvað það er, og hann líka ekki að gefa frá sér svona einhverju svona baráttu og allt eitthvað svona eða var allt eitthvað nefnt að þið voru fyrir ágætlega, bara gengi í þar bara tíma og bla bla bla. Það er bara ekki þannig í fótbolta. Þú þarf bara á árangri, þú þarf að vinna til að halda vinnunni og þannig er það. Já, nákvæmlega. Ragnar Vignir, þú ert að segja núna fyrir síðustu þrjóðanferðina að Liverpool sé í alvörinu að verða kannski meistarar, bara. Veistu ekki styr, ég er búin að fylgjast með boltanum núna alltof lengi og alltof mikið og allt þetta, og það eru öll teikn á lofti. Þessi Norwich-leikur, hann var ákveðið á sigurinn á Manchester City, og ég legg bara hér með undir við því að væni minn Coco Prince næst ef við hittumst. Já. Ég er bara pókerspilari lítill og með verra pókerendlu, þannig ég er bestið í Coco Prince og þú mátt alveg póka mig ef að Liverpool verður ekki missið, þeir eru bara bestir en því, það er bara þannig. En svo í einni annari Evrópudeild svona áður en við sleppuðu, þá er smá spenna, það er á Spáni. Já. Hvað já, Atletico Madrid, þeir koma þarna alveg bakterjamegin og eru á toppnum. 4 umferðir eftir, þeir eru með 85 stig, Barcelona í öðru með 81 og Real Madrid í þriða með 79. Ég held að Barcelona taki það. Þeir voru ekki samverðið með Atletico í kvöld. Það gerist eitthvað svona. Já. En herru, ég þarf að fara að kveðja núna, elsku ljúfurinn, það er yndislegt spjall. Já, þakka sömuleiðis og... Sömuleiðis, verðum í bann. Já, bara rétt í lokin, eiga Valsmenn einhverja séns í okkur sunnlendinga, þarna í úrslitakeppninni í handbolta? Sjáum til á 50-daginn. Ég skal heyrðu í mér á 50-dagskvöldið eftir það eða á Facebook eða eitthvað. Það skulum sjá til eftir það. Ok, bestu þakkir, Ragnar Vignir. Ok, bye. Já, fara ekki langt, við erum að fara yfir í handboltan núna. Það er handbolti.org sem er núna spekingarnir mínir og það er Jónóttur Hammer sem er á línunni hér eftir smá stund. Það er ekki langt, það voru náttúrulega leikir í Ólisteild karla í kvöld. IBF sigraði Val í fyrsta leiknum og F-fáingar sigruðu fyrsta leikinn í einvíginu gegn Haukum í kvöld. Þetta verður alvöru einvígi þessi undanúrslit báðir leikinnir. Og talandi enska boltan, þá er næsta umferð þannig að næsta helgi á sunnudaginn þá er bara mikil úrslit að fara jafnvel að ráðast. Það er Liverpool Chelsea á sunnudeginum. Þannig að og leikurinn er klukkan 1 ef ég er að fara með rétt mál. Annars önnur topplið sem er að spila City mæti Crystal Palace. Arsenal fær Newcastle í heimsótt svo á mánudaginn. Handboltinn hérna næstur á dagskrá. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Og þetta er sjálfsögðu óskalag frá United mönnum. Þeir eru bara að fagna í dag að Moyes er farinn.